Jóhann Árni og aftur Heiðar. Sindri Þór og lagleg sending, Eggert Gunnþór kominn, Eggert Aron vildi ég nú segja, kominn einn inn fyrir og það hann sem að koma Stjörnunni yfir hér. Frábærlega gert, Eggert Aron Guðmundsson, þessi snjalli leikmaður sem hafði nú tækifæri, segir sagan, að fara í atvinnumennskuna, hann ákvað að vera lengur í Stjörnunni og klára tímabilið og sá afgreitt þetta vel. Frábær sending hann inn fyrir Emil Atlason og Eggert Aron leikur hann á Daða Frey í markinu og skilar þessu í markrammann. Kjartan henni kassan hann og gerir hrapp, gengur ekki. Adolf Daði og þá Eggert Aron. Eggert Aron kominn í skotfæri hér og hann að skora annar mark. Eggert Aron Guðmundsson heldur betur í stuði hér í kriganum. Vel gert hjá honum. Skotið hnýtmiðað og Stjarnan í toppmálum hér í Kaplakrika. Sjáum Adolf Daði hér, fótaboltanum hann á Eggert Aron og hann fer framhjá Ásbirni, réttara sagt Loga Hrafni og síðan skoti hér við vítateig. Skoraði síðan annar mark Keflvíkinga á 24. mínútu. Fylkir KA síðan hjá okkur í beinni klukkan 5 í dag. Og við ferum líku síðan á morgun með risaleikar. Hér frábær byrjun á síðar áleiknum hjá F-ingum. Gyrðir Hrafn Guðbrandsson sem heldur betur hefur verið drjúgur við markaskorun að skora hér 7. mark sitt á þessu tímabili í 17. leiknum. Hugo Óskar með sendinguna hann frábær inn á markteiginn og Gyrðir Hrafn hann á milli Sindra Þórs og Björn Berg. Afgreiðir þetta virkilega vel og hér dauðafæri Adolf Daði en Logi Hrafn kemst þarna fyrir þetta skot hjá honum. Og hér hins vegar Emil Atlason að skora 3. mark Stjörnunnar. Hilmar Árni nær að lyfta boltanum hérna og eftirleikurinn auðveldur fyrir Emil Atlason sem skorar 15. mark sitt á þessari leiktíð. Uppalinn náttúrulega hjá F-ingum. Emil Atlason fór hins vegar í öðrum flokki yfir í KR. En markarókurinn hann sem að í rauninni byrjar þetta allt með að trufla þarna Daða Frey, setur pressa á hann